Það sem við ætlum að skoða í þessu vídeói er hvernig við stofnum viðaukaáætlun. Fyrsta skrefið er að stofna sjálfa áætlunina og þá smellum við hérna áætlun, köfum ofan í heiti áætlunar, smellum á breyta lista og svo nýtt til að fá nýja línu. Við ætlum að stofna hérna 2022 MVAF sem er 2022 með viðaukum. Hún er fyrir allt árið. Og síðan er það í raun ykkar val hvort þið viljið hafa hana dreifða á mánuði eða hvort þið viljið hafa þetta allt fyrsta. En ég ætla að hafa hana dreifða á mánuði. Næsta skref er svo að afrita aðra áætlun. Þá smellum við hérna afrita áætlun. Veljum áætluna sem viljum afrita úr, sem í mínu tilfelli er 2022M sem er á mánaðaráætlun. Við viljum hafa þessar víddir afrita þar með. Getið ítt á punktana hérna til að haka í það sem þið viljið. Og við ætlum að afrita í þessa hérna áætlun og við viljum ekki hafa neina dagsbreytingareglu. Og við viljum ekki hreinsa út upprunann. Þannig við smellum á í lagi. Já, við viljum byrja að afrita. Þetta getur tekið smá tíma, en við notum tæknina til að flýta aðeins fyrir okkur. Jæja, nú er þetta búið. Þá smellum við í lagi. Næsta sem við þurfum að gera er að við þurfum að fara hérna í afrita viðbótargögn áætlunar. Viðbótargögn áætlunar eru eins og upplýsingar skuldabréfin, framkvæmdaáætlun, millifærslur og slíkt. Hún spyr hvort við viljum afrita frá valinni áætlun og eyða út því sem fyrir er. Þannig við smellum á já hérna. Það er ekkert víst að þið sé með þessi viðbótargögn í mánaðaráætluninni, þannig að ég ætla að afrita það frá 2022 upprunalega áætluninni. En þið þekkið ykkar gögn betur en ég. Spyr hvort við viljum afrita. Við veljum já. Þetta getur tekið smá tíma en ætti að vera tiltölulega fljótt. Næsta sem þið þurfum að gera er að þið þurfum að fara hérna í uppsetninguna fyrir árið 2022 og hérna skilgreina að viðaukaáætlunum fyrir árið 2022 er áætlunum sem voruð að stofna. Þá getið þið farið hérna í viðaukar og 2022 MVAF ætti að koma sjálfkrafa upp og þá getið þið stofnað hérna fyrsta viðaukan, viðauki 1. Smellum hérna á línur og hérna getum við þá byrjað að hamra inn lykla og við fáum þá upp hver upphæðin var og getum slegið inn í upphæð og breytingin kemur hérna, það er líka hægt að slá inn breytinguna held ég. Vegna þess að við vorum búin að stofna línu þá verður sjálfkrafa til dreifing fyrir upphæðina þannig að hún spyr hvort við viljum hendin út og dreifa upp á nýtt. Segjum bara já við því. Varðandi dreifinguna þá er hægt að smella hér og á punktana til að skoða hvernig hún fer. Og almennt dreifir hún bara jafnt á mánuði en þið getið átt við þetta hér. Til dæmis getið þið sett inn dagsetningu hérna, þið viljið fá þetta frá fyrsta 9. meina ég. Þá getið þið sett inn hérna dagsetningu og setja hérna dreift jafnt á mánuði. Og þá dreifir hún þetta bara dreifir hún þessu frá 1. september. Þannig það er hægt að eiga við það. Hægt að setja inn hérna skýringar. Þá þarf síðan að setja inn hérna dagsetningar fyrir fyrri umræðu og seinni umræðu. Hver dagsetningin er skiptir ekki máli. Þetta er meira fyrir upplýsingar til ykkur, til upplýsingar fyrir ykkur. En það er bara hægt að setja dagsetningun í dag þess vegna. Og að lokum er þá hægt að fara hérna í uppfæra viðauka. Og færslurnar bókast þá í áætlun. Ef þið eru búin að bóka viðaukann og fattið síðan allt í einu að nei, þetta var ekki alveg það sem þið vildu gera,
og þá er hnappur hérna til að bakfæra viðauka og sjá þá að dagsetningin dettur hér út og þá þurfum við bara að taka út fyrri og seinni umræðuna og þá getið þið farið að gera breytingar aftur. Svona er þetta í einföldustu mynd. Við munum síðan búa til fleiri vídeó fyrir skuldabréfaviðauka, framkvæmdaviðauka og efnahagsviðauka og fleira. Þannig fleira var það ekki í dag.